Alvarleg leit. Maður nokkur týndi bankaávöxum í heyhlöðu sinni. Hann varð að færa hér allt heyið þangað til hann fann aftur ávöxunina. Nokkru seinna var hann áhyggjufullur út af sáluhjálp sinni, en það var eins og hann gæti ekki fundið frið. Þá sagði sonur hans við hann: Pabbi, ef þú vildir leita drottins alvarlega eins og þú leitaðir að bankaávöxunni, þá myndir þú vissulega finna hann. Þessi orð höfðu svo mikil áhrif á hann að hann fyrir alvöru fór að leita Guðs, og hann fann hann líka og öðlaðist frið í sálu sinni. Nú, það ekki einungis það að allir syndarar fá að koma til Jesú og að hann býður þá hjartalega velkomna, heldur hinn óendanlega elska hans og náð starfandi löngu áður en boð hans verður þegið. Svo að því leyti getur enginn hrósað sér af því að hafa fundið drottinn, og ekki heldur ætti nokkur maður að ímynda sér að Guð kæri sig ekki löngun og leit einstaklingssálarinnar, svo að þú skildir kalla árangurslaust til hans. Því það jú hann sem með orði sínu og anda vekur þrá í hjarta þínu eftir friði og eilífa lífi, stundum svo leynilega og þegjandi, að þú varla skilur að það meistarinn sem að kalla á þig, en oft á tíðum svo skýrt og kröftulega og persónulega að það eins og hann að lokum segi, eins og hann sagði við kanversku konuna: Ég hann sem við þig tala. Þessi augnablik þýðingamestu stundirnar í lífi manns. Þá förum við að skilja að hann hefur auðsýnt elsku og hann hefur leitað að okkur ár og síð. Þá getur hann opinberað okkur dýrð náðar sinnar, svo að orðið fullkomnað sem hann mætti á krossinum veitir sálunni lækning og frið. Kristniboði nokkur á Indlandi þýddi Nýja testamentið á malabaríska málið og hafði hann með sér innborinn aðstoðarmann í þessu erfiða verki. Þegar þeir komu að þeirri grein: Sjá hvílíkan kærleika frelsarinn hefur auðsýnt oss að við skulum kallast Guðs börn, hrópaði þessi Indverji: Ég vil í staðinn þýða það að við fáum að kyssa fætur föðurins. Það sannlega heiður að við skulum kallast Guðs börn og að fá að vera barn hins hæsta. En það þetta að Guð bæði getur og vill sjálfur ganga inn í þennan skyldleika við okkur fyrir son sinn Jesú Krist. Og að það mætti verða eins og allir syndarar og skortir dýrð Guðs, að einnig allir mættu nálgast hann sem vinur syndaranna.